Góða kvöldi, gott fólk. Gaman að sjá okkur. Við ætlum að lofa okkur. Ef við gerum ís á fætur. Þessi Hebreabréfinu 4 í versi 16.
Göngum því með djörfung að hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskunn og náð þegar við erum hjálpar þurfi. Amen. Og í 1. Pétursbréfi 5:17 stendur: varpið allri áhyggju yðar á hann, því hann ber umhyggju fyrir yður. Hversu gott er það að koma hér saman í dag og lofa Guð, varpa öllum áhyggjum okkar á hann og fá að dvelja við fætur hans í kvöld. Ég var að gera það. Ég var að gefa honum það sem er í hjarta okkar. Gefa honum áhyggjur í hug okkar. Halleluja. Og koma með djörfung fram fyrir hásæti hans og lofa hann. Amen. Hversu magnað að fá að koma fram fyrir hásæti Guðs. Einhverju sem finnst það magnað. Amen. Halleluja. Við ætlum að lofa hann í kvöld. Gefa honum allt sem í hjarta okkar er. Halleluja, Jesus. Heyrið þig, veröldin öll megi sig, sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, þig lofa við, Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér.
þú heilagur andi. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér, Jesús. Halleluja. Heilagi Jesús, Faðir minn, við þráum bara að vera nærri þér í dag, Drottinn minn. Á þessari stundu þráum við að koma fram fyrir þig og dvelja við fætur þínar, elsku Drottinn. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir þína nærveru hér í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir að þú talar til okkar, Drottinn. Þú snertir við hjörtum okkar hér í dag, elsku Faðir minn. Faðir minn, ég bara legg einn og sérkvæmt fram fyrir þig hér í dag, Drottinn minn. Faðir minn, þá sem hafa mist vonina, megi þú koma með nýja vonin í líf fólks í dag, Drottinn minn. Þeir sem eru sjúkir og glíma við veikindi af einhverju tagi, Drottinn minn. Megirðu koma með lækningu yfir líf einstaklingana í dag, Drottinn minn. Faðir minn, við hrópum til þín í dag, Drottinn minn, að þú mætir hverjum og einum á þeim stað sem við erum í dag, Drottinn minn og Guð. Faðir minn, þú þekkir hjörtun okkar, þú þekkir þrána sem eru í hjartan okkar, þú þekkir vonbrigðin og sársaukann, Drottinn minn. Faðir minn, viltu lækna einn og sérhvern hér í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það, þú ferð hér í dag og lækna sérhvert sár, Drottinn minn. Í dag er nýr dagur, í dag er ný von, Drottinn minn. Vonin sem við eigum í þér, elsku Faðir. Takk, elsku Faðir minn. Takk fyrir að þú starfar í dag, Drottinn minn og Guð. Faðir minn og Guð, við bara leggjum þessa stund fram fyrir þig, Drottinn minn. Faðir minn, ég bara bið fyrir Ingibjörgu þegar hún talar út þitt orð hér í dag, Drottinn minn. Ég bið þess að þú megir undirbúa hjörtun okkar, Drottinn minn. Fyrir því sem að þú hefur lagt hann á hjarta, Drottinn minn. Ég bið að gefa henni djörfung og hugrekki þegar hún talar út þitt orð, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, Drottinn minn og Guð. Takk, Drottinn minn, að þú hefur áætlun með líf okkar allra hér í dag, Drottinn minn, og þú þráir að mæta einum og sérhverjum sem hér er í dag, Drottinn. Takk, elsku Jesú minn. Takk fyrir þína náð og fyrir þína miskunn, elsku Faðir. Í Jesú heilaga nafni. Og allir líðurinn sagði, Amen. Það er gott að koma saman í húsi Guðs og lofa nafni hans, það er best. Amen. Ég ætla bara rétt að segja ykkur frá. Næsta sunnudag erum við með venjulega samkomu klukkan 8. Helgina þar og eftir, sem sagt eftir hálfa mánuð, fyrstu helgin í september, þá ætlum við að hafa kick-off. Yay! Föstudagskvöld klukkan 8, laugardagskvöld klukkan 8, sunnudaginn klukkan 12. Og við ætlum að fá gest frá alla leið frá Svíþjóð. Nei. Við ætlum að fá gest frá Svíþjóð sem heitir Simon og ég held að það sé smá vídeo hérna frá honum, ef við fáum það. I am so much looking forward being with you, Veggerin Church, the first weekend of September for kickoff. My name is Simon Collin and I'm from Västerås, Sweden and the Life Center Church here. I believe that we're going to have a weekend together hearing God's word, and I have the privilege coming to you, preaching and sharing God's word, and we're going to worship God together. I believe it's going to be a weekend that we're going to remember and that we're going to look back at and just rejoice in God. So make sure to mark your calendars, make sure to write a reminder to invite all your friends and family, and we'll see each other first weekend of September. Amen. Til að mæta. Amen, amen, amen. Við hlökkum til að fá hann og við hlökkum til að eiga þessa helgi saman. Við erum mjög spennt yfir því sem Guð ætlar að gera í okkar lífum, í kirkjunni okkar og spennt fyrir því sem framundan. Það er haustdagskráin framundan, það alls konar hlutir að gerast og ef þú ert ekki heimahóp þá hvet ég til þess að tala við okkur eftir. Það eru alls konar heimahópar í gangi, konu, kalla, blandaðir. Það skiptir máli að við komum saman í miðri viku, að við lesum orðið, að við biðjum fyrir hvort öðru, að við séum til staðar og lærum að þekkja orð Guðs meiri í dag en í gær. Það skiptir máli. Þannig að
ég hvet ykkur, ef þið ekki nú þegar í heimahóp, talið við okkur á eftir. Það er pósið hérna aftast, kirkjan er byggð á gjöfum okkar allra. Við þráum að vera kirkja sem að getur verið til staðar fyrir fólki okkar. Við þráum að vera svo kirkja sem getur verið með opna kirkju hér á daginn, að við getum tekið á móti fólkinu okkar og við stefnum þangað. Við stefnum þangað. Það er engin nauður til að gefa, en ef þú finnur þig á þeim staði í dag að þú vilt taka þátt í kirkjun okkar, þá er þið frjálst að gefa og upplýsingarna koma hérna áfram á bakvið okkur. En við skulum halda áfram að lofa Guð, þar til að Ingibjörg kemur og tala til okkar hér á eftir. Guð bless ykkur. Amen. Amen. Ég var að gera ísafætur og lofa þessu.
lífsins svar, saklaus svar. Takk Jesús, takk Jesús, takk Jesús. Takk Drottinn minn og Guð, takk Drottinn Jesús. Takk Faðir minn og Guð. Takk fyrir að taka allar okkar syndir á þig, Jesús. Takk Jesús. Halleluja, Faðir. Að við getum staðið framman fyrir þér, Drottinn. Hrein og lýndalaus, Faðir. Halleluja, Jesús. Sem syndals heimsins barn, saklaus var. Takk Jesús. 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 Hann Guðs eina lamb, sem syndals heimsins barn, saklaus var. Takk Jesús. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilíf minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldinni í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér.
is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every burden, every
This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Halleluja, skilum gefa drottni rými til að gera það sem hann vill í okkar lífum. Það sem hann vill gera, drottni. Ég bið Faðir í Jesú nafni, fyrir blóð Jesú Krist að hjálpa okkur og opna okkur og hleypa þér inn, að gefa það rúm sem þú vilt gera, drottinn, að taka allan efa, að taka allt sem ekki á þér í burtu í okkar lífum. Heilagi Faðir í Jesú nafni, bið drottni fyrir Jesú blóð, í Jesú nafni, heilagi Faðir. Blessun þína varðslu, drottni minn, ég tala út þitt heila orð, drottni minn, í Jesú heilagi nafni. Halleluja. Halleluja, Jesus. Karamasa, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Þú elskar okkur svo mikið og þráir ekkert heitra að vinna í okkar huga og vinna okkar hjarta, drottinn, sem hvað þínu fyrirheit, drottinn. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus, takk, Jesus, takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ég ætla að biðja ykkur að gera mig greiða að standa aftur upp. Og lofa Guð með mér í einu lagi sem ég ætla að taka. Halleluja, Jesus. Ég veit ég þekki þetta lag mjög vel. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Taking all I have, and now I'm laying at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am Lord when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Yes, I believe what you say of me. Taking all I have, and now I'm laying. Þú texta vilt, það svo mikið. Þetta einmitt nákvæmlega það sem ég að glíma við. Þetta nákvæmlega sem að veikleiki mín býr í. Að muna ekki það sem ég að gera og bara þessu erfitt. And I can't feel a thing. And you say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Yes, I believe what you say of me. Yes, I believe. Oh, I believe what you say of me. Það var alveg akkurat þetta sem ég alltaf hræðist að gerist, að gera mistök. Og það var kannski bara gott að það komi akkurat þessi mistök. Akkurat það sem maður yfirleitt hræddast við. Ég verði svolítið mikið á persónulegum nótum í kvöld. Og þetta mjög erfitt fyrir mig. Ég hef svolítið vanda að glíma að vera þunglynd. Og vera hrædd. Og ég veit að það miklu fleiri heldur en ég sem glíma við hennar vanda. Ég hef ekki verið greind með ADHD nema að henni döddu, hún er eina sem greinir með þau forsendum. Og mamma myndi örugglega vera svolítið sammála með því að ég var óttalegt fyrildi, ég var krakki og var alltaf hlaupandi hingað og þangað að gera alla hluti og út allt og gat aldrei mikið fyrir kjur. Og
og það svona fylgir svolítið þegar maður með ADHD og þeir þekkja það sem að glíma við það, að það fylgir svolítið þessi þunglindi. Og svo yfirleitt líka koma svona auka punktar heldur bara kannski ADHD og það er svo margar greiningar til, það er ekki bara endilega þetta er svo rosalega mikið af alls konar hlutum, það er athyglisbrestur, lesblinda, þráhyggja, kvíðaröskun og bara áráttu, þráhyggja, kvíðaröskun, alls konar greiningar og einhverfa og allt sem búið að greina svo rosalega mikið bara í dag. En í mitt og öllu þessu, þar sem að ég varandi með svona greiningar, þá bara til dæmis að því að ég með ADHD, þá bara í síðustu viku þá var ég að taka til í heima hjá mér og ég held að við konur þekkjum þetta samt alveg rosalega mikið að því við gerum svo margt í einu og ég var að taka til í eldhúsinu og búin að fá mér að borða og var að ganga frá og setja upp uppþvottavélina og svo ætlaði ég að fara að þurrka af eiginu minni og segja að það er enga tuskur í skúffunni. Þannig ég ákvað að fara, vissi að vera inn í þvotthúsi og ennþá í þurrkarunum síðan ræðum það ekki. Ég er búin að setja þvottavél síðan, þá skilur en bara ég þurfti ekki að nota þurrkaran. Og þannig ég fer og er að ná mér í tuskuna inn í þurrkara og ég brýt saman það sem er inn í þurrkara með tuskunum og ákallt ég að taka hængklæðin og setja þau í skúffuna. Og svo setja ég þau í skúffuna og þá horfi ég upp og ég sé, ætla hins vegar allt í einu bara ætla að tannbursta mig. Svo tek ég tannbursta minn og ég ætla að fara að tannbursta mig, þá horfi ég á krukkur sem ég er búin að búa til svona sjálf, ég er búin að föndra og annaði með tannkremi og hinn með svona eyrnapinnum og önnur var stærri, hún var fyrir framan og hinn fyrir aftan og þetta var búið að plaga mig svolítið oft sko, þetta og svona, ég var ekki alveg að fíla þetta svona og hann ég ákvað allt einu, og legg tannburstan frá mér og ég þrífi þetta og spritti allt saman og skipti yfir og sitt yttur aftan og svo allt í einu horfi ég á gólfið og ég bara svona, ég veit, ég ætla að þrífa þetta eftir en ég ætla bara að gera þetta núna. Og fer bara að þrífa og skúra gólfið og svo er ég allt í einu komið bara, ég ætla að tannbursta mig. Svo er ég að tannbursta mig og ég er svona, nei, ég var að ná tuskur í þurrkarunum til þess að þrífa borðið. Já, svona er að vera með ADHD og að mikinn athyglisbrest að þú ert í allt og öllu og gleymir rosa mikið hvað þú ert að gera. Þið langar að geta gert allt en þú hugsa meira heldur þú nærð að gera og heilinn að þér er bara á fullu endalaust og eins og til dæmis þessi ræða þá er ég búin að hugsa hana 1000 sinnum sko. Þannig að það er svolítið langt síðan ég byrjaði á þessari ræðu og ég tók aðra ræðu síðast af því ég gat ekki hugsað mér að taka þetta núna að þá tíma. Og svo líka þegar að koma svona áföll í lífið inn á milli með þessu öllu saman, þá er þetta allt svo óbáslega erfitt. Eins og við sem erum með ADHD, við verðum ekkit reið, við verðum ofsareið, við verðum alveg rosalega reið. Og við verðum ekkit sár, við verðum hrikalega sár, alveg bara við höldum við séum miklu sárar en allir aðrir. Og bara, þetta er bara einhvern veginn. Þannig, og þú ert ekkit, þó þú sé einhver leiðilegu við allan, þá ertu bara mest leiðilegu við mig. Það er bara, þetta bitnaði beint að mér, algjörlega, eins og pottitaði. Við grípum þetta allt saman, það er bara algjörlega, og við notum þetta allt til að berja okkur niður og allan pakkan. Það er bara, við erum svo ótrúlega klári í þessu. Og svo þetta líka, fekk ég skemmtilega lesblindu pakka líka svolítið, þannig ég átti mjög erfitt og strögglaði mikið í skóla. Og ég veist maður fáir vita eins og því að ég 8. bekk bara hélt ég myndi gefast upp í skólanum. Ég meikaði þetta ekki. Mér leið svo ógeðslega illa og líka hins vegar misti pabbi minn hér á 13 ára þannig að það var svona tollur inn í allt þetta ferli sem maður fór í gegnum. Og
og það þetta svo oft þegar maður svona með þessar lesmyndum og erfitt með að læra og maður svona, maður ekki, ég ekki að klára tölvur eins og Gunni eða klára trommur eins og Gunni eða ekki tala ég flotta Hálfdán og Gunni. Ég syngi ekki eins vel og Eygló og ég stend ekki svona flott í búlti eins og Ásdís og ég bara, ég hleyp ekki svona rætt eins og hún Hilma sem hljóp bara, þetta alltaf, ég bý ekki til flotta brautartur og Benni, þetta allt, maður bara, þú tekur allt þetta inn á þig, þú ert alveg bara endalaust að berja þig í baki, þú ert svo vitlaus og þú ert svo mikill bjáni og þú ert bara endalaust, þú sést stundum bara fyrir mér eins og sé að berja aftur Jesús í baki með svipunum. Og það kom bara svona allt í einu myndlíkingin við mig og ég bara, hvað ég að gera? Og þetta bara svo ótrúlega, svona, hvað maður lætur, hvernig djöfulli reynir að koma með alls konar svona, bara í hausna þér. Það bara ótrúlega, en samt ekki, því hann er bara þannig sem öskrandi ljón. En það vill svo til að þegar við virkilega bökkum og hugsum aðeins og bara eins og í gær því ég var alveg að fríka út, ég fór að horfa á sjónvarpið, búin að vera alveg bara að lesa í orðinu og að fara í gegnum þetta 110 sinnum svo fór ég og aðeins að horfa sjónvarpið og ég bara svona kom alveg það gís alveg innra með mér þegar ég fæ svona kvíði, það bara kemur svo mikill kvíði að það bara, það eins og sé bara að vera að sjóða í eldi potti, það sé bara að fara að gjósa, sko. Svo bara slökkti ég á sjónvarpinu, settist niður og las í orðinu og það bara og ég hef þetta alla tíð, alltaf trúa á Guð en samt þá eins og þetta sé samt en líka sé svona erfiðu punktur stundum í lífum hans og ég veit að við strögglum við elskum Guð og við trúum á hann og við trúum að hann reisir okkur upp og hann gefur okkur nýja hluti og hann alltaf með okkur. En það koma alltaf svo samt, get komið svona hlutir. Ég veit að gerist örugglega aldrei fyrir Gunnar son minn því að hann svo ótrúlega jákvæður alltaf reynd. Hvernig get ég jákvæður eins og Gunni? En það svo gott að við höfum Biblíuna. Hún best í öllum þessum kringumstæðum þegar við förum í gegnum þessa hluti. Það bara þannig. Og eins og oft finnst þau ekki mitt vera elskuð. Og við vitum að Jóhannes 3:16 segir, svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engindinn, hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og svo auðvitað í Jeremíu 11, því ég þekki það fyrirætlan sem ég hefi hyggju með yður, segir drottinn. Og við þekkjum versið áframhaldandi algjörlega, það fyrirætlandi heitlinn ekki til óhamingjum vonuríka framtíð. Við þekkjum þetta og hann þráir þetta heitast fyrir okkur öll. Og ég veit að það koma alltaf stormar og það koma alltaf, ljónið hana til að stelast að reiða okkur. Það bara, en við eigum sterkara ljón sem ljóni og Júda ækvís. Ég sé þetta fyrir mig eins og í Lion King. Hafið séð Lion King, hann æði. Þegar Skari alltaf að segja við Simba, hefur það gert hana? Og að bögga mikið og svo kom öll hjörðin að Simba og allar þá kemur Mufasa. Mufasa. Muni eftir þessu. Það var geggjað. Ég elska þessa teiknimynd. Ég elska þessa teiknimynd. Og þá hann alltaf til staðar með okkur í öllum þessum kringumstæður, öllum sem við lendum í. Það segir ekki munum ganga létt í gegnum
allt saman. Við munum fara í gegnum Dimmudali. Við munum ganga, það mun alltaf vera. En hann með okkur og hann elskar okkur svo mikið og ég svo ótrúlega mikið í þessum að hérna ég 43:1b og það mitt partur af því sem ég mjög hræddi að segja versin vitlaust, að lesa þau vitlaust. Þannig að þetta rosa mikil áskorun fyrir mig að vera allt í einu orðin öldungur og þurfa að tala. Ég þarf þess ekkert, en ég vil komast í gegnum þetta. Ég vil ekki sita bara í óttanum og vera, sita bara þar. Ég vil vera þar sem Guð vil, þar sem Guð sér mig. Ekki þar sem ég sé mig. Heldur þar sem Guð sér mig. Ok. Ég 43:1b. Óttastu eigi, því ég frelsa þig, ég kalla þig með nafni, þú ert mín. Og 4. versi, sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikil smetin og af því að ég, veit ég hvað kemur næst, elska þig. Og þetta svo mikið uppbygging þegar maður á vondum stað og þegar maður tekur orðið og maður les það, maður verður sjálfur bara eins og öskrandi ljón. Bara, nei, ég ætla að standa, ég ætla að rísa, ég ætla að vera í Jesú nafni. Og svo líka í Jesaja 55:8-11. Já, mína hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínu vegir, segir Drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínu vegir, yðar vegum og mínar hugsanir, yðar hugsunum. Og mér fannst gott ég hef gert þetta alltaf mörg ár áður, en ég man svo vel eftir þegar Högni, fyrrverandi pastor var hérna, og þegar hann talaði við ættum að setja nöfnin okkar inn í versinn. Og það svo ótrúlega gott þegar maður að lesa og setja nafni sitt inn í það. Og sérstaklega mig, bara þegar hann segir í Jesaja, ég elska þig. Og það meina hann, ég elska þig Sigga, ég elska þig Hilma, ég elska þig Ingibjörg og okkur öll. Algjörlega, elska þig mamma. Og að því að líka þegar hérna svo stendur í Róm 8:17, ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs. En samfarar Krist. Og það með þar sem við eigum þetta með Kristi. Og þess vegna eigum við að halda fast í það. Við erum erfingjar með Kristi. Og það sem að Kristur getur, það eigum við að geta gert. Af því við tókum á móti honum í trú og þá eigum við að standa þar. Ég sé að næstu fyrir mér eins og Marvel, kannski að þeir strákaðu mín og horfa svo mikið að Marvel, því þeir svona super, eitthvað, þeir svo klárir. Ég ætla að segja það rétt, DC líka eða ekki CD, ég hef til ég að ruggla þessu nefnilega saman, ég fæ sko alveg að heyra það heima ef ég geri það. Superman, ég þekki hann kannski. Og að því fáum svo mikið kraft í Guði að lesa orðið. Í Jesaja 33:2 stendur, Drottinn verð þú oss líksamur, við vonum á þig. Þegar við þurfum styrkin okkar, þegar við þurfum kraftin okkar, við vonum á þig. Verð þú styrkur okkar vor á hverjum morgni og hjálpraði vort á neyðarana tíma. Og í Efesus 3:16, megi hann gefa yður að ríkidómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður. Og líka í Efesus 6:10 sem að við þekkjum rosalega mikið, því það segir okkur sem mikil baráttan Að lokum styrkist nú í Drottni og í krafti máttar hans klæðast alvotni Guðs til þess að þið geti staðist vélabröð djöfulsins, því að baráttan sem við eigum í
Við þekkjum restina það ekki. Er ekki við hold og blóð. Hún er ef ekki Gunna, ég get nota Gunna þegar hann buggar mig aldrei. Hún er ekki við það. Hún er heimstróttna myrkursins, við andaveru vonskunar í heimingeiminum. Þess vegna er svo gott að standa á orði Guðs í hverju sem við lendum í og hvar sem við erum og hvernig sem við erum. Það skiptir ekki máli hversu ofvirku við erum eða hvernig það er. Já, við þekkjum það Gunni. Algjörlega. Halleluja. Þarna er svo gott að fá styrkin og lesa mitt að það Jesús elskar okkur og hann styrkir okkur. Og eins og hérna til dæmis í Jesaja 41:10. Óttast því eigi, því ég er með þér. Lát eigi hugfallast, því ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Og við veitum fór mín að hugsa, já, hann er réttendur, ekki örfundur. Þetta er bara ég. Því ég drottinn Guð þinn held í hægri höndina og segi við þig, óttastu eigi, ég hjálpa þér. Svo fyrir mig fyndi hérna vers 14 í Jesaja 41 líka, það svona, segir svona, meðan það segja stundu svona við mig, svona, óttastu eigi maðkurðinn Ingibjörg, þú fámenni, ég hjálpa þig, segir drottinn og frelsaðir þinn, hinn heilagi í Ísrael. Því hann hjálpar okkur, hann er með okkur í öllum þessum kringumstæðum, hvar sem við erum. Og þó að maður fái, auðvitað, það kemur seinna, nú er ég komin alveg, er að flýta mér mikið. Veit ekki, hvað klukkan? Nei. Og í Sálmi 91, 1:4, sæll er sá, situr í skjóli hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttuga. Sá segi við drottinn, hæli mitt, þú ert hæli mitt drottinn og háborg mín, Guð minn ég trúi á. Hann frelsaði úr snöru fuglarans, hann skýli þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælis leita og trúfesti hans skjöldur og verja. Og eins og við vitum, þá kom Jesús til að leita henni týnda og frelsaða og hennum sjúka og læknaða. Hann kom ekki að við eigum ekki vera fullkomin. Við að leita fullkominleikanum, alltaf að gera það. Þess vegna við leitum við orðinu og lesum það og sjáum hvernig við eigum að vera í Kristi. En í Korintharbréfi 10:3 stendur líka, en þótt að við lifum í jarðnesku lífi, þá berjumst við ekki á jarðneskan hátt. Því vopnin sem við berjumst með eru ekki jarðnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingunni á Guði. Og við þurfum að læra að hertaka þegar þetta kemur, þessa árásir, þegar djöfullinn reynir að herja okkur með árásum og séum, þegar hann herja mig, ég sé bara ekki nógu góð, ég sé ekki nógu sterk og ég sé ekki nógu klár, ég sé ekki nógu þetta og ég sé ekki nógu hitt. Þá verð ég að læra að hertaka þessa hugsun til hlýðni við Krist, þar sem að hann segir mig. Eins og í laginu sem ég söng áðan. Hann segir að við séum elskuð, þó við finnum það ekki alltaf. Hann segir að við séum sterk í hans nafni, þó okkur finnst það ekki alltaf. Og hann heldur okkur, heldur utan okkur, þó okkur finnst það ekki alltaf. Og hann alltaf, og við erum alltaf hans.
Og við verðum að læra að trúa því og standa fast á því. Og ég veit að stundum það rosalega erfitt að standa fast á því. Að það stundum koma þetta svo sterkt, að maður getur alltaf staðið undir því stundum. Og maður fellur og maður gerir mistökin og maður nær ekki að gera sem maður ætlaði að gera. Það er svo oft sem að ég hef fallið og ég hef gengið reyndi að ganga frá Drottni. Ég reyndi það einu sinni. Eins og þegar ég var 18 ára þá leið mér svo illa. Ég tvítugt. Þá reyndi ég að skera mig á púls. Þetta getur, þessar hugsanir og þessar árásir, þær eru svona rosalega sterkar. Okkur langar ekkert að vera. En ef við erum í Guði, ekki okkur sjálfum, þá náum við þangað sem að Guð ætlar okkur að vera. Ég meina, ég var ég veit að ég er lítil, ég veit það alveg. Það er engin vafi á því. Á vegabréfinu mínu stendur ég sé 1,56 á hæð. En ég segi stundum með 1,55, það er að því ég lærði að námunda í skóla. En ég er 1,54,8. Ég næ ekki að vera 1,55. Þannig það. En stundum verður mér að miklu minni en það. Þegar ég var lítil þá var ég nefnilega, á mínum tíma þegar ég var yngri fyrir, 44 ár síðan eitthvað. Ég var með freknur, ég var með frekjuskar, ég var með þetta úpna hár eins ég væri aldrei greitt, alveg með ríka krullur. Og ég var kölluð litla ljót. Og ég var kölluð Miss Piggy að því ég var með upprétt nef, og alls konar sem maður hjálpar alltaf til þegar maður er í þessum drama thing, skilur. En það var einn sem sagði við mig einu sinni þegar ég var örugglega 12 ára eða eitthvað. Það segir hann við mig: þú ert bara eins og litli ljóti andarunginn sem verður á svani þegar hann verður stór. Það var það mjög gott. Það var Skúli, mamma. En nú á ég mitt mann sem að segja við mér hverjum einsta degi hvað ég sé sæt. Meiri sá þeim dögum þegar ég er alveg bara eitthvað veginn. Þannig ég er mjög, Guð gefur mér alveg bætt það allt upp með því að fá mann sem að segja mér á hverjum degi að ég sé sæt. Og að mér finnst það ekki. En allavega. En ég ætla að enda þetta í 1. Pétursbréf 5:6. Nei, ég ætlaði nefnilega að taka eitt annað viðbót. Sorry. Það var nefnilega í Jesea, ennþá aftur Jesea. Jesea 54. Og meirist að þegar við erum rosalega brotin og rosalega, við erum bara mjög niðurbrotin í söknuði og öllu sem er gerst í lífinu okkar. Þá segir hann í Jesea 54:11. Þú vesala, hrakta huggunarlausa. Sjá, ég legg rúbína sem steina í byggingu þína og hleð grunnmúra þína af safírsteinum. Ég geri múrtinda þína af jaspir og hlið þín af róðsteinum og allan ummerkjagarðinn af dýrindi steinum. Og einmitt hér, til engin vopn sem smíðu verða móti þér skulu vera sigurvænleg og allar það tungur sem rísa upp gegn þér, til málaferla skalt þú kveða niður í Jesú nafni. Þetta eru hlutskipti þjóna Drottins og það er réttlæti að þeir fá hjá mér, segir Drottin. Þetta þurfum við að lesa og tala út inn í okkur kringumstæður þegar við lendum í að það er ekkert. Við eigum allt í honum.
Og þá ætla ég að enda á 1. Pétursbreið 5, 6 til 11. Auðmiki yður, því undir Guðs voldugu hönd, til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið, óvinurinn, yðar, djöfullinn, gengur sem öskrandi ljón, leitandi á þeim sem hann getur gleypt. Standi gegn honum stöðugir í trúnni og vitið að bræður þér allan heim, ekki bara við, bræður okkar allan heim, verða fyrir sömu þjáningu. Við stöndum ekki einu í þessu þó við höldum alltaf þetta er bara ég sem lendi í þessu, það er bara ég sem gerir þetta. Það er bara ég sem en það er ekki þannig. Þess vegna er líka svo gott en að heimahóparnir á miðvikudaginn þegar við stelpurnar erum að tala saman og biðja fyrir hver annar og uppörfa og byggja hvert annað. Það er svo meiri háttar og þetta eiga þess að öldunga er að grínast. Ég veit ekki hvað ég góð öldunga. Fyrir þetta minna. Mér með þetta í Jesú nafni. Herðu, ok. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar mun sjálfur ef þér hafið þjást lítinn tíma. Fullkomna yður styrkja og öfluga gera. Hann er mátturinn aldir alda og endum á. Amen. Og ég með langar bara að bjóða þeim sem að líða einmitt, kannski svipa mér ef að orðið talaði til ykkar, að koma fram og biðjum fyrir ykkur að þið bara standist gegn djöflinum í Jesú nafni með orðinu. Halleluja. Takk fyrir. Amen. Halleluja. Endilega komið fram þeir sem vilja fyrirbæn. Við viljum að lofa Guð saman í einu lagi. Ef þú vilt fyrirbæn endilega komdu fram. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior.